Fáir staðir á Vesturlandi sjást víðar að en Snæfellsjökull, enda hann eitt þekktasta kennileiti á Íslandi. Franski rithöfundurinn Julius Verne bar hróður Snæfellsjökuls út allan heim þegar hann lét jökulinn vera upphafsstað fyrir leiðangur í iður jarðar. Annað þekkt skáld, Halldór Kiljan Laxness, jók enn á orðsporið með bókinni Kristnihald undir jökli. Sagan ýtir undir það sem margir halda fram, að Snæfellsjökull sé ein af orkustöðvum jarðar. Snæfellsjökull eftirsóttur áfangastaður fyrir ferðafólk og ein af náttúruperlum Vesturlands, en þær eru margar fleiri. Hér eru víðir og þröngir dalir, langir og stuttir firðir sem glitrandi árnar tengja saman. Stórfengleg og fjölbreytt náttúra kemur sífellt á óvart og býður upp á flest það sem ferðafólki finnst spennandi þegar Ísland sótt heim. Á Vesturlandi eru mörg falleg vatnsföll og þar á meðal hæsti foss landsins. Hér einnig lengsti hellir á Íslandi, ævintýraheimur neðanjarðar. Áður voru hér virk eldfjöll og þá runnu glóandi hraunstraumar. Eftir standa skjólgóðir gígar og mosagróið hraun. Allt kring eru formfögur fjöll, margbreytilegir klettar og freyðandi fossar. Hraunfossar eru einstakt náttúrufyrirbæri. Tærar kaldar lindir koma undan hrauninu og falla í fossum og flúðum í jökulána Hvítá. Vesturland ákjósanlegur áfangastaður fyrir þá sem vilja njóta stórbrotinnar náttúru, en ekki síður fyrir þá sem vilja komast í snertingu við fugla og annað dýralíf. Í sjávarhömrum, eyjum og skerjum verpir aragrúi sjófugla.
Í tjörnum, mýrum með ströndinni og inn til landsins fuglalíf afar fjölskrúðugt og hér að finna flestar tegundir varpfugla, nokkrar sem verpa aðeins á Vesturlandi. Refir og selir kasta kveðju á mannfólkið. Hvalir sýna sig fyrir myndavélarnar. Gjöful fiskimið og frjósum landbúnaðarhéruð hafa verið undirstaða mannlífs hér frá örófi alda. Deildartunguhver vatnsmesti hver landsins og úr honum streyma 180 lítrar af 100 gráðu heitu vatni á hverri sekúndu. Öll þessi orka opnar nýja möguleika. Á Vesturlandi mörg bæjarfélög sem staðsett í fallegu umhverfi við sjávarsíðuna. Ferðaþjónusta mikilvæg atvinnugrein sem hefur fleygt fram. Hér má finna góð tjaldstæði, heimilislega sveitagistingu, hlýleg smáhótel og velbúin gæðahótel. Hægt að grípa skyndibita, setjast inn á kaffihús, panta dýrindis kvöldverð eða smakka eitthvað óvenjulegt. Réttu þetta. Þetta svona, já. Svona. Nam. Hálsi lyfti listavel, löppum klifti vanginn, taumum svifti tuði mél, tölti og stifti ganginn. Saga landnemanna varðveitt á bókum og sýningum sem lýsa því þegar þeir komu siglandi yfir hafið ásamt sínum þarfasta þjóni. Vesturland lifandi vettfangur menningar og listviðburða og hér eiga nokkur helstu skáld þjóðarinnar sína rætur. Á Vesturlandi voru margar þekktustu Íslendingasögurnar skrifaðar og fólki gefst tækifæri á að upplifa söguna á þeim stöðum sem atburðirnir gerðust eða skoða muni á söfnum sem mjög víða.
Á Vesturlandi er stutt í allar áttir. Fjöldi gönguleiða og skemmtileg afþreying er í boði. Engin þörf er á löngum akstri til að kynnast mörg af því besta sem Ísland hefur upp á að bjóða. Það er að gera að pröfa eitthvað nýtt. Ísland verður ennþá meira spennandi eftir að Vesturland hefur verið sótt heim.